besties. Hello, áskriftar besties. Hvað segir þið gott? Þið ekki hressa? Ekki Júni að fara vel með ykkur. Það nú byrjað að vera gott veður líka. Herðu, núna þegar við tökum þetta upp, það bara búið að vera æðislegt. Þú vorum Bongo. Ég hún að ræða þetta ekki, svo hættilegt veður. Maður bara, já, einn Aperol eða... Fá okkur eitt drikk eða opna eina hvítísflösku. Ég veit ekki okkur að segja alltaf Aperol. Þetta bara svona, minnst það mikill sumadrykkur. Það það. En ég svona... Það? Ég kreifa aldrei Aperol. Nei, ekki heldur. Ég hugsa bara, og svo sest ég niður og ætla að banta mér eitthvað. Banta mér yfirleitt eitthvað annað. Þú ferðir alveg oft Aperol. Já, Aperol já, alveg svona inn á milli. En þú veist, þetta samt svona meira bara svona, ég fá okkur svona sumadrykk, ég veit ekki. Þetta ekkert sponsorið þannig. Mér finnst bara svona appelsína, stórt glas, það eitthvað svona væp. Þetta alveg fresh. Já, þetta fresh. Sko. Svona líka þegar maður á Ítalíu. Þá Aperol barir bara hver einasta hotni. Já. Og þá maður bara svona, ég verð bara að fá maður svo Já, veist. Það ekkert girnilega. Hann svo girnilegur og það það sem nær manni, sko. En það tók mig alveg mörg árar að venjast honum, sko. Mér finnst það ógeðslegur, sko. Hann var fyrst bara svona eins og að drekka eitthvað sprit. Já, basically. Já. En það bara eitthvað, ef það er nóga ferskri appelsínu, ok, já. Það er mjög alveg talvað alltaf fórum bara. Ef það er nóga ferskri appelsínu. Það bara einn snið samt, eða ekki? Jú, en þú veist, það er svona... Ef hún er fersk og djúsi og frekar stór og nóga klökum, þá er þetta alveg væp. Já, ég þarf alveg að bíða kannski í svona 5 mínútur áður en ég byrja að drekka hann, þannig að það sé svona búið að water down smá. Já. Þetta er svona best. En það styttist óðum í okkar ferð til Króatíu. Og það er bara, við erum ógeðslega spenntar. Já. Trúið ekki. Ángríns, trúið ekki, sko. Trúið ekki verðum bara í bongo, bara. Já, nei, sko, það er bara spáð svo miklum hita. Já. Bara 30 eitthvað. Hvað var næst? Ég var sett í grúpchatti eitthvað screenshot af hvernig veðrið þetta vera og allir bara næst, Gunni bara, heitt. Gunni ég bara, herra skuggi kominn. Nei, þetta verið geðveikt, ok, ég er spennt. Bilað. Ég er svo bara, ég get ekki beðið. Nei, og ég vona því að fara að gera eitthvað sannlegt líka. Já. Að kíkja eitthvað út, en ef ekki, þú veist þá bara, ef að sumarið er eins og það er akkurat núna, þá lofar þetta alveg góðu. Já. Það er nefnilega hægt að eiga geggjað Íslands sumar. Sumar Íslandi getur verið æði, sko. Já. Sklega líka maður fer eitthvað í útilegur eða eitthvað keyrir kringu landi. Já, gerir eitthvað bara, eitthvað úr dögunum og svona. Já, þetta er spennandi tímar framöndan. Ó já. Veitum sagt það. Ó já. Ég vona bara allir sé sumarskapi með okkur. Það hlýtur nú að vera, sko. Ekki? Jú. Ég held það. Trú ekki að þessi komið bara miðjur í júní líka. Ég veit það. Það er bara hvað gerast. Áhverju tíminn er að fljúa. Mér finnst bara janúar var í gær, sko. Ég veit það. Þetta er galið. Þetta er það. Og líða ekkert eðla hratt. En þetta er einmitt svona tími sem maður eyðir ótrúlega mikið með vinum sínum. Vinum, vinkonum og... Já, vinum, vinkonum, fjölskyldu, þú veist, öllum þeim. En það er alltaf svo ógeðslega gaman að eiga svona sumakvöld með besties. Ó já, það var best. Þú veist, það bara tengja allir við það að það sé geðveikt gaman. En þá náttúrulega þarf að passa sig að það séu allir í sömu bylgjurengd, sömu orku. True. Þetta er alveg topic svona að taka fyrir sem er alveg svona þetta er erfitt. Leiðilegt topics, eða svona leiðilegt svona að það gerist. Já. Sem maður þurfa að lenda í þessu og svona. Já. Og líka bara, this hurt, bara þetta meiðir meira heldur en sambandslit oft. Já. Bara mikið meira. Já. And the boys come and go. Já. Og líka bara auðvitað samtala eiga eða þú ert bara komin á þann stað allar að hættum með makaneinum. Já. Það er auðvitað að vera bara hættum saman. Já. Það er úrslega erfitt að vera bara að tala, konfronta einhverju vinkonu og vera bara, mér langar ekki að vera vinkona lengur. Það er miklu erfiðara. Miklu erfiðara. Og maður gerir það ekkert. Nei. Og líka því að vinahópar svo oft, bara intertwined, skilur, það er allir bara tengdir öllum og það er ógeðslega erfitt ef, þú hugsa bara okkar vinahóp, ef ein okkar væri bara, ég er át við þessa. Þá bara býtu, wow. Það er náttúrulega gest í svona stærri hópnum okkar. Já, en þú veist, hvernig, bara how do we work this out? Þetta er alveg vandralegt og þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg svona erfitt fyrir líka alla hina. Sem er partur af vinahópnum. Hverjir eiga að mæta, þú veist, það geta ekki verið sama herbyggi eða eitthvað, hver ætlar að mæta í hvað og þetta var svona... Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum, getur þú farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.